Já, komið sæl. Það er svolítið óvænt að ég skyldi standa hér í dag. Þið sjáið í dagskráni að yndisleg kona átti að vera hérna, Lilja. En það kom eitthvað upp á, svo ég var beðinn og það var alls ekki Lilju að kenna, alls ekki. En ég var svo beðinn að hlaupa í skarðið í gær og auðvitað kom það mér svolítið á óvart að sjá sálmavalið. Ég ekki beinlínis með jólaræðu með mér. En það var nú kannski hægt að tengja þetta saman. Að þegar að Kristur kemur í heiminn sem ung barn, þá vissi himinninn hvað var framundan hjá honum. Það voru engin jól eins og við þekkjum þau. Engin gleðskapur, engar veislur. En hann tók þetta á sig okkar vegna að koma í þennan heim og hann var trúr Guði allt til enda, segir í ritningunni, já, allt til dauða á krossinum. Vegna þess getum við verið hér í dag og tilbeðið hann og föðurinn og notið blessana hins heilaga anda. Og ritningin segir að sá sem er staðfastur allt til enda mun hólpinn verða. Jú, það verður fögnuður og það verður gleði á himnum þegar að þessari miklu deilu er lokið, þegar að stríðið er á enda og að reyna að gera sér í hugarlund lífið á hinni nýju jörð. Það er ekki auðvelt. Það verður dásamlegra heldur en að getur komið upp í hugan okkurs manns. En til þess að fá að vera þar með Kristi, þá þurfum við að gera eins og hann. Við verðum að vera staðföst, óhagganleg eins og klettur. Og það sem ég langar til þess að fara nokkrum orðum hér í dag er að rifja upp nokkrar trúarhetjur. Við getum byrjað á Enok. Við getum sjálfsagt ekki gert okkur í hugarlund hvernig lífið var á jörðinni á hans dögum. Það var engin dans á rósum fyrir kristinn mann, fyrir guðhræddan mann. Það stemdi í að Guð sá enga leið aðra en að afmá allt líf af jörðinni nema þeirra sem voru staðfastir eins og Nói og hans fólk. En Enok gekk með Guði, hann var trúr á meðal rangsnúnar kynslóðar, svo mjög svo að hann var hrifinn upp til Guðs. Abraham, hann var útvalinn og ég ætla ekki að rekja sögu hans, hann er faðir trúarinnar og hinna trúuðu, en hvað sagði Guð um hann? Ég hefi útvalið hann, það er að segja Abraham, til þess að hann bjóði börnum sínum og húsi sínu eftir sig að þau varðveiti vegu drottins með því að iðka rétt og réttlæti. Og svo sannarlega var Abraham trúr. Jósef, sonur Jakobs, ættföðurins.
hann brást ekki þegar virkilega reyndi á trúmennsku hans. Hlustið á þessa lýsingu þegar hann breyttist úr dekurbarni í karlmann. Jósef var á leið til Egyptalands sem þræll og þessu er lýst í bókinni Ættför og spámenn. Með titrandi hjarta varð honum hugsað til framtíðarinnar. Hvílík breyting hafði orðið á högum hans frá því að vera elskaður sonur til þess að verða fyrirlitinn og varnarlaus þræll. Hver yrðu örlög hans í þessu ókunna landi? Hann var á leið í ókunnugt land sem þræll, einmana og vinarlaus. Og tíma segir hér að Jósef var heltekinn af harmi og skelfingu. En nú var honum hugsað til föður síns og til Guðs föður hans. Hann rifjaði upp fyrirheitin og leksyuna sem hann hafði lært af föður sínum. Jósef trúði að Guð forfeðra hans væri líka hans Guð og á þessari stundu gaf Jósef sjálfan sig drottni að fullu og öllu og bað þess að verndari Ísraels yrði með honum í landinu þar sem að hann yrði útlægi. Sál hans var gagntekinn af þeim ásetningi hans að sanna að hann gæti verið Guði trúr og hegðað sér við allar aðstæður eins og sæmdi þegni konungs himnanna. Hann einsetti sér að þjóna drottni af alhug. Hann einsetti sér að takast á við örlög sín með þolgæði og leysa öll skylduverk sín af hendi með trúmennsku. Lítum á Daníel. Lítum á vini hans. Þeir stóðu andspænis voldugasta þjóðhöfðingja heimsins á þeim tíma, sem skipaði fyrir að þeir skyldu teknir af lífi í brennandi eldsofni ef þeir hlýddu ekki tilskipun konungs að falla fram og tilbiðja líkneski. Hvað sögðu vinir Daníels við konunginn? Vér þurfum ekki að svara þér einu orði upp á þetta. Ef Guð vor sem vér dýrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og af þinni hendi konungur, en þótt hann gjöri það ekki. Þá skalt þú samt vita, konungur, að vér munum ekki dýrka þína Guði né tilbiðja gull-líkneskið sem þú hefur reisa látið. Við þekkjum framhaldið. En hvers vegna að Guð frelsar suma en leyfir öðrum að falla fyrir hendi óvinarins, munum við ekki skilja til fulls fyrir en á efsta degi. Jóhannes skírari og Jakob, bróðir Jóhannesar postula, sjálfur postuli, voru hálshöggnir. Stefán var grýttur. Jóhannes fékk að lifa langa ævi. Við þekkjum sögu Valdensanna, við þekkjum ofsóknir á miðöldum, ofsóknir á hendur John Wycliffe og Jóhanni Hus. Það var leitast eftir lífi John Wycliffes aftur og aftur af hatursmönnum hans, en hann fékk að lifa langa ævi. Jóhann Hus
brenndur á báli. Þá komum við að Lúther. Hann reis upp gegn spillingu miðaldakirkjunnar og hann eignast marga óvini. Og nú vitna ég í góða bók sem segir: þegar að hatursmenn hans vitnuðu til siða og erfða venja eða til fullyrðinga og valds kirkjunnar, svaraði Lúther þeim með Biblíunni og henni einni. Þar voru röksemdir sem þeir gátu ekki svarað. Þess vegna, athugið það, af þeim sökum, þá hrópuðu þessir þrælar ytra forms og hindurvitna á blóð hans, eins og gyðingar höfðu hrópað á blóð Krists. Hann er villutrúamaður, hrópuðu þessir vandlætarar kirkjunnar. Það eru drottinsvik við kirkjuna að leyfa svona hroðalegum guðlastara að lifa stundinni lengur. Reisið honum aftökupall tafarlaust. En Guð hélt verndarhendi yfir Lúther. Hann átti enn verk að vinna, en ofsóknum linnti ekki. Hvorki málfrelsi né trúfrelsi var virt, en þó kom þar að Lúther var stemt fyrir keisarann og þingsins í Worms. Hann átti að verja sig. Honum var gefið málfrelsi og honum var heitið vernd. En vitandi það að allt gat gerst og svik, sagði Lúther: ef menn óska að beita mig ofbeldi sem mér finnst sennilegt, því að það er ekki af fróðleiksfýsn sem þeir skipa mér að koma, þá legg ég málið í hönd Guðs. Sá sem verndaði ungu mennina 3 í logandi ofni lifir enn og ríkir. Við skulum koma í veg fyrir að fagnaðarerindi verði háði hinna illu að skotspæni og við skulum úthella blóði okkar fyrir það svo að þeir hrósi ekki sigri. Það er ekki mitt að skera úr hvort líf mitt eða dauði stuðlar meir að frelsun allra. Þú getur vænst alls af mér, nema flótta og afneitunar. Flúið get ég ekki og enn síður afneitað. Og hver var boðskapur Lúthers? Hann boðaði orð Krists og hann sagði: heimspekingar, lærendómsmenn og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnum aðferð til að öðlast eilíft líf og þeim hefur ekki tekist það. Nú ætla ég að segja ykkur það. Guð hefur reist einn mann frá dauðum, drottinn Jesús Krist, svo að hann skyldi sigra dauðan, uppræta syndina og loka hliðum heljar. Þetta er endurlausnarverkið. Kristur hefur sigrað. Þetta er fagnaðarboðskapurinn og við erum frelsuð fyrir verk hans en ekki okkar eigin verk. Það þýðir, segir drottinn, líttu á maður, það er ég einn, sem hefur tekið burt synd þína, leyst þig úr ánauð og nú hefurðu eignast frið. Hann hélt áfram og sýndi fram á að sönn trú kemur fram í heilögu líferni. Og hann segir fyrst: Guð hefur frelsað okkur, þá skulum við vinna verk okkar á þann hátt að honum geðjist þau. Ertu auðugur? Láttu þá eignir þína verða fátækum til góðs. Ertu fátækur? Láttu þá þjónustu þína verða hinum auðugu þóknanleg.
ef starf þitt aðeins gagnlegt þér einum, sú þjónusta sem þú þykist veita Guði einskis verð. En nú komið að Lúther að verja sig frammi fyrir keisaranum, fyrstunum og fulltrúum kirkjunar. Hann hafði fengið 1 dag til þess að undirbúa vörn sína. Og þegar hann hafði lokið máli sínu, var hann skipað að svara stutt og skorinort hvort hann vildi afneita kenningum sínum. Lúther svaraði: Fyrst yðar hátign og þér voldugu fyrstar krefjist þess að ég svari skýrum, afdráttarlausum orðum, skal ég gera það. Ég get hvorki beygt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing, því það deginum ljósara að hvorugt óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðrum. Sannfærist ég ekki af vitnisburði Biblíunnar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki af þeim ritningargreinum sem ég hef vitnað í, og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði, þá hvorki get ég né vil taka aftur orð mín, því að það hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Þetta eru hetjur trúarinnar, standa alveg óhagganlegir. En ég vil beina okkur sérstaklega að þessum orðum: það hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Ég hef komið að þessu efni áður, það nokkuð umliðið, ég held að vera á Selfossi, og nú langar aðeins að minna á það sem að gerast á okkar dögum. Það hefur verið gerðar árásir á samviskufrelsið. Mér langar að vitna hérna í grein sem var rituð fyrir 130 árum í blaðinu Tanktímana árið 1883. Ellen White segir þar: það var fyrir guðlega náð, með því að gefa heiminum menn eins og Martin Luther og samstarfsmenn hans, að við erum núna frjáls til að tilbiðja Guð samkvæmt okkar eigin samvisku. Við lifum á allra síðustu dögum þessa heims og ættum að fara að hinu göfuga dæmi þessa mikla siðbótarmanns Lúthers. Það ætti að vera okkar æðsti metnaður að gera eins og Lúther og eignast djúpan og ítarlegan skilning á ritningunni, orði Guðs, og standa óhagganlega eins og klettur þegar að vantrúarheimurinn ræðst á stólpa sannleikans. Björgvin, bróðir minn, hann sýndi mér forsíðu þýska blaðsins Der Spiegel, sem kom út bara mjög nýlega. Og öll forsíðan var einn texti sem sagði einfaldlega: Martin Luther, sá sem uppgötvaði samviskufrelsið. Þaðan höfum við samviskufrelsið og áhersluna á það, mótmælendur.
þjóðkirkjan okkar er hin lúterska evangeliska kirkja. Í deilinu miklu segir svo: Stjórnarskrá Bandaríkjanna tryggir hverjum manni samviskufrelsi. Ekkert er mönnum dýrmætara né sjálfsagðara. Píus Páfi IX sagði í umburðarbréfi sínu frá 15. ágúst 1854: Hinar fáránlegu og röngu kenningar eða þvættingur sem ætlað er að verja samviskufrelsið er hin skaðvænlegasta villa, plága, sem óttast ber framar öllum öðrum plágum sem yfir löndin ganga. Þessi sami páfi lýsti í umburðarbréfi sínu 8. desember 1864 bölvun yfir þeim sem halda fram samviskufrelsi og frelsi til guðræknisiðkana og einnig yfir öllum þeim sem halda því fram að kirkjunni sé óheimilt að beita valdi. Hvaða valdi? Jú, erkibiskupinn af St. Louis, hann útskýrði það. Hann sagði: villutrú og vantrú eru glæpir og í kristnum löndum eins og til dæmis Ítalíu og Spáni, þar sem kaþólsk trú er óaðskiljanlegur hluti af landslögum, er refsað fyrir slík brot eins og aðra glæpi. Takið eftir að páfinn sagði að þetta væri fáránlegt, að samviskufrelsi væri fáránlegt. Þetta sama orð kom fram í dagblaði hér á landi fyrir nokkrum mánuðum og þar er einn af þjónum þjóðkirkjunnar sem segir: mér þykir samviskufrelsi fáránlegt orð. Veit ekki hver hefur búið þetta til. Persónulega finnst mér að það eigi að afnema þetta úr lögunum. Kæru vinir, hvar erum við stödd? Þegar kirkja Martins Lúthers, hann sem er talinn höfundur nú, á okkar dögum, talinn sá sem uppgötvaði samviskufrelsið, og vegna samviskufrelsis þá flýja Evrópubúar til Ameríku til að geta iðkað trú sína frjálslega, samkvæmt sinni samvisku. Þegar kirkja Martins Lúthers eða þjónar þeirrar kirkju eru komnir það langt að þeir taka undir orð páfans að samviskufrelsi sé fáránlegt orð, sé þvættingur, sé bölvun, sé glæpur sem kirkjan eigi að hafa vald til þess að refsa eins og hverjum öðrum glæp. Hvar erum við stödd? Viljum við standa eins og klettur, eins og Enok og Nói og Abraham, Jósef, Daniel og vinir hans, Páll postuli, Jóhannes skírari? Guð gefi að við mættum standa sem klettur allt til endans. Þá munum við eignast meiri fögnuð á himnum
á henni nýju jörð heldur en nokkur jól geta boðið upp á. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í Jesú nafni. Við biðjum þig að blessa okkur og þegar að þjóðin og við gleðjumst á þessum tíma, jólana, mættum við íhuga hvað það kostaði himininn að gefa okkur frelsi. Já, Faðir, við biðjum þess að við mættum vera trú og trúföst allt til enda. Í Jesú nafni. Amen.